Þetta verkefni 23 lögbækur í D-hluta kennslubókarinnar. Unnið verður með uppsetningu og ritgerðum í þessu verkefni með sérforsíðu fremst og nauðsynlegu uppstillingu þar eiga að vera, með efnisyfirliti og svo mótun textans sem í meginmáli. Fyrstu 2 síðurnar þurfa að vera sérútlitskafli og þurfum við þá að geta valið hér á milli að hafa svokölluð útlitskaflaskil eða section break next page. Þegar þessi útlitskaflaskil eru höfð þá getum við sleppt því að hafa haus og fót á þessum 2 fyrstu síðum. Síðan þarf að eiga við eða tengjast við fyrirsagnastílana heading 1, 2 og 3 og við þurfum að breyta þeim samkvæmt fyrirmælum. Við þurfum líka að búa til nýja stíla fyrir textan í meginmáli. Fyrstu greinar og eftir fyrirsögn eru venjulegar bara á milli spásiga, næstu og eftir eru indregnar. Ef við erum svo með einhverja tilvísanir eða tilvitnun þá sá texti dreginn inn beggja megin. Svo þarf líka að breyta stílnum hérna fyrir texta neðanmálsgreinar en það stílinn footnote text og svo þurfum við að passa upp á að hafa rétt uppsettar heimildir eða það sem sagt þær heimildir sem vitnað í ritgerð hjá okkur og þurfum að passa að fara eftir þeim reglum sem að þið eiga að vinna eftir. Síðan í lok verkefnis alltaf höfð dagsetning og þegar maður skilar verkefninu og undirskrift og ef verkefninu skilað rafrænt þá þarf nafnið ykkar að vera skáletrað en þetta í raun og veru gert og í raun og veru staðfesting á því að þið hafi unnið verkefni heiðarlega varðandi öflun og meðferð á efninu. Það kemur hins vegar ekki í veg fyrir að þið getið sleppt í að setja nafnið ykkar hér fremst á forsíðuna. Þið þurfa alltaf að passa vel upp á þá. Allt þetta verður svo sýnt í myndskeiðum sem verða hér á eftir.